tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboksin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta á nýbyrjuðu ári 2016. Í fyrsta þætti ársins hittum við mann ársins á Suðurnesjum en Víkurfréttir hafa undanfarna 3 áratugi valið mann ársins á Suðurnesjum og að þessu sinni það Sigvaldi Lárusson sem lét svo sannarlega gott af sér leiða á síðasta ári og gott betur en það. Við förum einnig í menningarveislu í Garðinum sem heitir Ferskir vindar og ræðum við nokkra Suðurnesjumenn nýliðið ár. En við hefjum leikinn með Sigvalda, manni ársins á Suðurnesjum. Hver Sigvaldi Lárusson? Segðu okkur nú aðeins frá þér, fjölskyldu, hægir og slíkt. Herðu, já, ég Keflvíkingur, ég 41 árs gamall, fæddur uppalinn í Keflavík, bý í Reykjanesbæ, Njárvíkunum. Ég ólst upp á Háaleitinu til þess að byrja með fyrsta árin, sonur Lalla á sjúkrabílnum og Kristínar. Ég flytt svo í Eyjabyggðina þegar ég ekki 8-9 ára gamall og þar var maður unglingur. Gekk náttúrulega í Holtaskóla og svo í Fjölbrautaskólann í Reykjanesbæ. Og ég sem sagt giftur Berglindi Kristjánsdóttur sem verkefnisstjóri á Keili og við eigum 2 börn. 8 ára strák og 2 ára stelpu, fyrir á ég eina 16 ára stelpu sem býr í Reykjavík. Og hér sleit ég barnsskólanum og ég fluttið til Reykjavíkur, ég var 17 ára. Fór að læra kokkinn her og svo kom ég aftur heim bara. En myndirðu aðeins rifja upp svona í stuttu máli skólagönguna í Keflavík? Hún var náttúrulega bara ótrúlega skemmtileg sko. Þetta náttúrulega þessi 74 árgangur, þetta náttúrulega eins og maður ekki allir árgangarnir bestu árgangarnir og þetta var náttúrulega bara frábæra ár og fullt af skemmtilegu og flottu fólki sem var með mér í skóla og stór og mikill vinahópur, margir strákar alltaf saman, ég ætlum ekki verið 12 sem vorum alltaf fastir saman, hvaða horni sem var og skólagengan, ganga gekk bara vel, hún var bara eins og ég segi, skemmtileg. Haldið þið hópinn eitthvað í dag, félagarnir? Gömlu skólafélagarnir? Nei, við erum allt og lítið sko, við erum 2 sem erum í daglegu sambandi og en annars það allt og lítið, en það alltaf gaman þegar við hittumst. Þú byrjar í kokkinum, ég spyr akkur fórst ekki hann og síðan spyr ég líka akkur þú ekki alltaf feiti í fótspor Lalla á sjúkrabílnum. Ég fór í kokkinn, það lá alltaf strax við bara frá því ég var bara gutti. Ég var alltaf við sem stéltúsinu heima og gladdi mömmu óendanlega mikið með því og ruslaði þar hans og hægri og vinstri. En svo fer ég bara í kokkinn og kláraði það og að vinna svo sem kokkur í nokkur ár í Reykjavík. Fór svo til Bandaríkjanna, fór til Kaliforníu og fór í framhaldsnám þar í skóla sem heitir Culinary Institute of America. Og var svo að vinna bæði í Kaliforníu og Manhattan. Kom heim svo 2000 og ákvað að taka bara eins að breyta til, taka 1 ár í löggunni. Það bara einhvern veginn æxlaðist einhvern veginn og það bara sumar og það árið bara ennþá. Ég bara festist þarna 2000. Þannig að ég er búinn að vera í löggunni bara í 15 ár, átti bara að vera 1 sumar. Hvernig myndirðu nú lýsa starfi lögreglumannsins? Þú ert búinn að vera nokkuð áberandi á árunum meðal annars út af kjarabaráttunni. Já, þetta búið að vera, starfi sem slíkt ofboðslega fjölbreytt og aldrei það sama sem það alltaf eitthvað nýtt á hverjum degi og ofboðslega skemmtileg starf, erfitt, fáránlega illa launað og það enginn í löggunni til þess að vera ríkur af því, það alveg klart. Enda það ekki markmiðið á mér, mér finnst þetta rosalega gaman og þú veist, ég gengi þess að vinna á hverjum degi og ég veit alltaf hverjir eru þar, þú veist, þetta eru vinir mann sem eru þarna, strákar sem búin að vera með í 15 ár og við þekkjumst líka allir það vel að við vitum nákvæmlega bara hvar við höfum hvern annan og svona, en eins og ég segi, starfi getur alltaf verið bæði skemmtilegt og erfitt og eins og daginn þá, ég sem sagt hef hringt símtöl þar sem ég hef þurft að tilkynna foreldrum að börnin þeirra hafi slasast
og sjálfur tók ég við svona símtali núna daginn fyrir gamlársdag og þannig að maður getur sett sig í spor beggja sko. Þannig að það er ekkert auðvelt. Já, segðu okkur frá því, hvað var, þannig að það var út að segja að árið hafi endað á skringilegan hátt hjá þér? Já, ég fekk símtal frá lögreglunni í Reykjavík, ég var að mæta á næturvakt sjálfur, satt aftan í lögreglubíl og þá var mér tilkynnt að við rekið á dóttur mína á Kringlumýrarbrautinni og hún slasaðist talsvert, fótbrotnaði, handleggsbrotnaði, sem betur fyrir ekki meira en bíllinn, hann var það illa farinn að hann var óökuhæfur eftir, þannig að hún er mjög heppin að hafa sloppið ekki meira slösu en þetta. Við fjöllum nú í ykkur nokkuð oft því á árinu og svona oftast mjög skemmtilegt og það tengist þessum gæludýrum. Þetta er náttúrulega alveg magnað það sem að þið voru alltaf bjargandi gæludýrum úr einhverjum vandræðum. Sko þetta byrjaði náttúrulega, þið mistu af byrjunni sko. Þá 3:30 held ég á þriðjudagsnótt þá hringir íbúi á Kirkjuveginum. Þá voru komin 2 hross inn í garð hjá honum og hann vaknaði við bara hávaða og við fórum og kíktum 2 og það var til myndskeið af þessu, en við náttúrulega hvorugur hestamaður sem fórum í þetta verkefni og við sem svo lítið hvað áttum að gera, en 3:30 nóttina skrúðum við niður húðun á leigubílnum og kölluðum á þá, góp og þeir komu bara, svo ókum við bara áleiðis bara niður í Gróf og þeir á eftir okkur allan tíman og við öskrum bara góp út gluggann. Og svo bara fórum við með á þar sem þeir átti að vera í einhverju gerði og settum bara þangað inn, þannig að það leystist mjög vel. Svo svo bara einhvern veginn gerist þetta, ég man nú ekki hvernig þetta byrjaði allt saman, þetta hefði ekki verið í brunanum hann upp á Ásbrú. Já, köttur bjargaði kísjónum hann á brennandi. Já, úr íbúðinni hann upp á Ásbrú. Svo kom nú einhver læða og gaut kettlingum í Íslandturninni heima og svo var nú einhver umferðaróhapp á Njarðarbrautinni sem ég fór inn í og en svo var það bara eins og ég segi, orðið svona skemmtilegt og ég meina maður bara farin að hafa gaman að þessu og bara maður verður aðeins að grínast líka sko. Já. En svo við snúum okkur nú að svona, einu svona stærsta málinu þín á síðasta árið, þessari göngu og rifjaðu nú aðeins upp fyrir okkur hvernig þú komst þér í þau vandræði. Já, herðu þetta var ári í gær. Sá ég á Facebook rifjar ýmislegt upp fyrir mann og þetta var nú bara ósköp einfalt í byrjun. Við vorum feðgarnir að horfa á íþróttamann ársins í sjónvarpinu og ég sagði við hann að ef að Gylfi Sig ekki íþróttamaður ársins þá skildi ég að labba Hósós og fékkst það í andlitið? Já, og þvegið og örfáum mínútum seinna þá bara vældi síminn hjá mér, það var allt að gerast og ég áttaði mig á því að Gylfi var ekki íþróttamaður ársins. Þannig að það svo var ég með fullt af varnuglum á þessu. Ég náttúrulega ættaður á Skagafirði og það er bær í Hegranesi sem heitir Keflavík og ég var alltaf með svona varnagla, ég myndi bara labba það. Ja. Það er ekki einhverjir 30 kílómetrar. En svo á ég svo góða vinnufélaga að þeir sáu til þess að það var labba frá Keflavík héðan, sko, ekkert öðruvísi. Þannig að ég bara ákvað að gera gott úr þessu og maður náttúrulega sína unguðina, maður þurfa að standa það sem maður segir. Þannig ég bara ákvað að tækla þetta. Og varst þú mættur í ræktina og reyndir aðeins að þjálfa þig betur eða? Já, svo náttúrulega fór maður bara á fullt í undirbúning og þetta er miklu meira en að segja og mikill undirbúningur sem fór á stað og en skemmtilegu tími, sko, rosalega skemmtilegur. Og já, eins og segi, bara frábær tími, alla staði. Og fórst lengra, settir á stað söfnun? Já, fyrir umhyggju? Já, sko, fyrst að þetta var komið í þennan farveg, þá bara, akkur ekki gera þetta bara alvöru og svo bara einhvern veginn þróaðist þetta. Ég hafði samband við Garðar hjá bílaleigunni Geysi og spurði hvort hann geti alveg með bíl í þetta og ég bara einhvern veginn svona bjóst við, sko, litlum sendibíl eins og ég orðaði þetta við hann í upphæði, bara til að geyma vörur. Svo ætlaði ég bara að gista í tjaldi eða gistiheimilum á leiðinni. En það einhvern veginn kom aldrei til greina og næsta sem ég vissi var bara einhver risastór húsbíl mættur. Og þá einhvern veginn kom upp hugmynd að nota hann einhvern veginn, selja utan á hann auglýsingar. Það gekk alveg fáránlega vel og svo bara einhvern veginn, þú veist, þetta æxlaðist bara. Boltinn var bara orðinn risastór allan bara á einhverjum mánuðum. Sko. Söfnuðust fullt af peningum? Já, fullt af peningum. 2 milljónir rúmar og það er enn að koma, sko. Þannig, hvernig gekk svo gangan? Þú varst ekki einn á ferð? Nei, aldrei. Ég var aldrei einn. Það var alveg óheimil mikið af fólki sem
sem að kom með og kona hérna Keflavík, María, sem gekk með mig bróðurpartinn úr leiðinni, sko. Og svo æskuvinur minn úr Keflavík, Jóhann Axel, hann kom og gekk með mig tvisvar sinnum. Hann gekk með mér annars vegar frá Laxárbakka við Borgarnes og svo frá Bifröst og í Staðarskála. Og vinnufélagar, Baddi og Siggi Kári, þetta var fullt af fólki og sem að kom og labbaði með mér. Og það var alveg ómetanlegt, sko. En það var samt svolítið, sko, erfitt vegna þess að hverjum degi sem ég var að leggja af stað, sko, þreyttur og sprunginn og blöðrur, þá kom alltaf inn, sko, nýtt fest fólk í súperformi, sko. Og hérna, ég þurfti alltaf að vera haldið í við þau, sko. En hérna, Var það erfitt? Já, ég leyni því ekki, það var erfitt, sko. En hérna, samt svona búst. Ég var, þú veist, ég gæti ekki verið langt á eftir, þannig að ég varð að halda áfram. Hvernig fannst þér svona viðbröðin út í samfélaginu verið eftir þetta? Þetta fór ekki fram hjá neinum, þessi ganga þín og það fjör. Nei. Hvernig fannst þér þú svona upplifa þetta eftir á? Ógleymanlega alveg, sko. Ég var hérna, þegar ég lagði af stað frá lögreglustöðinni við Hringbraut, þá var byrjað að flauta og það var ekki hægt að flauta fyrr en ég hendi mér í sundlaugina á Hósósi. Það var bara alla leiðina var flautað og ég var að fá peninga út hliðarrúður á bílum á leiðinni. Það var bíl sem ók fram með mér á Holtavörðuheiði og hérna sneri við einhvers staðar, kemur svo og stoppar og fremsta manni sem var hérna Jóhann Axel, hann hljópa þarna upp. En ég sé að þau eitthvað að tala saman og svo kemur hún til mín og lætur mig hafa 10 skall. Og þá var þetta bara einhverju vegfarendur sem að kveiktu á perunni þarna, hverju voru þarna á ferð og ákveða að láta peningarinn í þetta. Eitthvað á lokum sem þú vilt segja við Suðurnesjamenn og aðra sem eru að horfa? Já, bara ég þakka kærlega fyrir þessa tilnefningu. Þetta er náttúrulega alveg frábær heiður að hljóta þessa nafnbót og hérna, ég mun bara bera hana með sóma og mér langar líka bara að þakka öllum fyrir eins og ég segi, allar móttökur allstaðar og viðtökur og alveg sama hvað það er og vinnufélögum og fólki sem kom og gekk með mér og mér leið svona tímabili þegar ég var komið í markaðinn á Hósósi eins og Forrest Gump. Það var farið að koma þarna fullt af fólki og ég held við höfum talið hátt í 50 manns fyrir aftan mig þegar við vorum að koma í mark. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is. Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Hvað finnst þér eftirminnilegast frá Suðurnes á síðasta ári? Það er svona að koma líf í bæinn, finnst mér. Það eru fyrirtæki að koma og hasla sér völl hérna. Og þetta er allt upp á við. Mér finnst ég finna fyrir svona nýjum straumum. Það er náttúrulega mjög eftirminnilegt að atvinnuleysi sé að fara minnkandi. Og svo finnst mér reyndar eftirminnilegast öll þessi umræða og jákvæða umræða unga fólki okkar og íþróttirnar. Það er bara mikill gangur í unga fólkinu okkar og þau eru að vinna til verðlauna og eru í landsliðum og mér finnst það mjög jákvætt. Það er ýmislegt eftirminnilegt. Ef ég nú byrja kannski á þessu jákvæða þá finnst mér svo breyting sem hefur orðið hér í atvinnumálum vera það eftirminnilegasta. Við erum að sjá alveg ótrúlega breytingu hvað varðar atvinnuleysi hér á svæðinu. Ég minnist þess 2008 þegar við vorum hér með 14% atvinnuleysi. Við komum með það niður fyrir 4. Og þetta er auðvitað merkileg og mikilvæg breyting. Mér finnst eftirminnilegast bara samhugurinn í fólkinu sem býr á svæðinu. Það hefur verið ótrúlega mikið neikvæðni undanfarin ár og við einhvern veginn sameiginlega náð að snúa þessu yfir í jákvætt hugafar. Mér finnst persónulega rosalega mikilvægt þegar illa gengur er að bara til þess að slíðra sverðin fyrir komandi baráttu að leita í hið jákvæða. Mér finnst kannski líka svolítið skorta hjá þeim sem stýra skútunni að horfa á þetta á jákvæðum augum og kannski upplýsa betur hvert skútan stefnir. Af því að upplýsingar þær drepa neikvæðni, ef þú ert með nægilegar upplýsingar. En það er svo margt sem maður getur týndi. Ég til dæmis að atvinnuleysi það er mjög mikið niður á Suðurnesjum sem er gríðarlega mikilvægt og ánægilegt og síðan kannski það sem er eftirminnilegast er öll þessi uppbygging sem á sér stað eins og upp í Flugstöð
og Bláa lónið að byggja svaka hótel og gera mikla breytingar sem að geti ekki annað en haft góð áhrif á Suðurnesin og þetta svona sem stendur upp úr, þetta stendur líka upp úr slæm staða Reykjanesbæjar sem mikið áhyggjuefni og vonandi að það horfi til betri tíðar þar og já, þetta er áhyggjuefni fyrir alla eins og margir hafa sagt en svona heilt yfir þá held ég að það sem eftirminnilegast á Suðurnesjum bara að það einhvern veginn finnst mér þrátt fyrir þessa stöðu Reykjanesbæjar og annað þá alltaf uppleið hérna og maður finnst svona betri hljóð í fólki og menn eru svona jákvæðari á framtíðina og Ég myndi segja að skólamálin og góður árangur grunnskólana hér á svæðinu sem að sýna í læsi og önnur sveitarfélög á landinu að horfa til okkar og það sem við erum að gera. Þannig að það svona stendur upp úr ásamt ástandinu í Reykjanesbæ því ég vinn hér og því sem fór fram á fræðsluskrifstofunni, svolítið miklar hræringar en það kemur alltaf maður í mannstað og nýr fræðslustjóri og ný stefnumál. Þannig að við horfum bara björtum augum á það. Já, það náttúrulega að mörg að taka held ég en það sem kannski snýr okkur næst er svona þessi jákvæði viðsnúningu finnst mér í atvinnulífinu hjá okkur og ég held að það sé ekki bara tengt uppbyggingu í flugstöðinni heldur kemur það víða við og gaman að sjá til dæmis aukið líf í gamla Sleipnum í Njarðvík og svo framvegis og það eru svona staðir að taka við sér og það er einkar ánægjulegt. Mér fannst rosalega skemmtilegt ATP í fyrrasumar og þú veist það sé svona risa útihátíðina og þú veist þetta bara upp brekkun upp í Ásbrú og sjá Iggy Pop byrja nú 67 ára gamla var náttúrulega æðislegt og þetta bara fyrir sögubæknir á mér og þetta Suðurnesja hátíð sem náttúrulega æðislegt. Mér finnst vert að nefna bæjarstjórnin okkar sem að mér finnst hafa staðið sig vel 2015 búið að vera mikil samheldni hjá okkur stærstu málin, auðvitað erum við ósammála fullt af hlutum en það eðlilegt og ég er mjög ánægð með það. Hvernig sérðu Suðurnesin á nýja ári? Það eru svo mörg verkefni skemmtileg þannig að ég held miklar á jákvæði, ég held svona að það eru jákvæði straumar sem að ég finn fyrir. Ég hef mikla trú á árinu 2016, bæði fyrir Ísland allt og ég held að Suðurnesin eigi eftir að spila stórt hlutverk í því. Hvernig sérðu Suðurnesin fyrir þér á nýja ári? Svolítið kannski eins og ég er búin að vera að segja núna að það verður vaxandi ferðamannastraumur og það verður held ég mikill meðbyr. En í öllum meðbyr eru líka ákveðnar svona krísur og jafnvel svona einhverjir núningar og ég vona bara að bæjarfélögin standi saman að því að vinna til dæmis með þennan ferðamannastraum og allir vandi sig hver í sínu sveitafélagi. Þannig vinnum við best saman. Þetta á ekki að vera spurning einhver barninga því að ég held að sameiningarmálin verði líka eitthvað til umræðu. Ég get ekki spá fyrir það hvernig þau fara en þau verða til umræðu og eru náttúrulega að byrja að vera eitthvað leiti til umræðu en ekki að neinni alvöru. Ég held að fólk megi bara vera bjartsýnt gagnvart þessu ári sem að byrja. Við höfum fullt af tækifærum og við höfum bara að nýta þau. Mér finnst bara eðlilegt að við séum að horfa til þess að hver dagur geti verið tækifæri og við höfum að horfa björtum augum til framtíðar. Ég held bara með Suðurnesjamönnum öllum jákvæðni og svona aukinni bjartsýni að þá getum við náð betur utanum stóru málin sem eru fjárhagsvandi Reykjanesbæjar og ýmislegt annað. Og svo finnst mér líka það náttúrulega bjartsýni í kortunum bara í hagspá landsins alls og heimsins þannig að auðvitað bjartara framundan en ég ekki samþykk því að sé góðæri í kortunum. Ég meina stýrivextir halda áfram að hækka og bankarnir halda áfram að herða reglum með útlán. Þannig ég held að við höfum brent okkur aðeins á góðærinu sem kom inn 2007 en bara saman og með sameiginlegu átaki sveitafélagana á Suðurnesjum. Mér finnst það skipta svolítið miklu máli. Þetta ekki bara Reykjanesbær, þetta Grindavík og Garður og Sandgerði. Þannig að við verðum sameiginlega að reyna að vinna að því að gera þetta einu flottasta svæði á landinu, myndi ég segja. Ég sé Suðurnesin eins og alltaf síðan ég kom hingað á Suðurnesin, austan af fjörðum, að þetta frábær staður að búa á.
og hér eru gríðarleg tækifæri sem liggja út allt og ég eins og nefndi áðan það flugstöðin, ferðamennastraumurinn eykst ár frá ári, alveg gríðarleg aukning og það er eitthvað sem við verðum að grípa og nýta okkur, ekki bara Bláalónið fær nánast alla ferðamenn sem frábært og það er ofboðsleg uppgangur í kringu það og síðan held ég að til dæmis bæri eins og Reykjanesbær og þessi bæri hérna í kring verði einhvern veginn að grípa þetta tækifæri og fá þetta fólk til að stoppa oftar hérna og lengur. Á nýja ári, uppbyggingu og bjartsýni, kemur ekki óvart sameiningu sveitarfélaga í til dæmis Sandgerði og Garði og bara jákvæðni. Ég bara bjartsýnn, alltaf bjartsýnn. Ég held að við séum bæði mannlífið og bara fólkið yfir höfuð og við höfum, það svo margt jákvætt í umhverfinu hjá okkur. Við getum byggt á svo mörgu, þannig ég held að við getum bara verið feikilega jákvætt og hort bara virkilega jákvæða með til framtíðar. Ég sé fyrir mér samheldni og vona jákvæðni. Mér finnst rosalega, ég myndi vilja fólk fara að hugsa sér tvisvar sérstaklega þegar að setja svona komment á netið, nú er ég að ensku mæla aðeins, að maður að lesa þetta og þetta ýmislegt svona fyrir neðan beltistað, margt og mikið og ég held að fólk rjúki ykkur í bræð og segja eitthvað sem það oft meinar ekki. En það erfitt að stjórna sveitarfélagi. Það það. Við erum 5. stærsta sveitarfélagi á landinu, búin að vera í kröggum og allt það, en bara viljum efla okkur upp á við. Þannig að góða hluti taka tíma og bara fólk sýni skilning og aðeins spari neikvæðina. Alþjóðlega listahátíðin Ferskir vindar stendur nú yfir í Garði. Helgina verða opnunarsýningar þar sem listafólki sýnir afrakstur vinnu sinnar undanfarna vikur. Á hátíðinni eru 50 listamenn frá ýmsum heimshornum. Þeir hafa dvalið á Garðvangi sem áður var hjúkrunarheimili fyrir aldraða og unnið að listsköpun allan bæ. Ferskir vindar alþjóðleg listahátíð, þar að segja að koma listamenn allstaðar úr heiminum og taka þátt. Hún stendur í 5 vikur sem til þess að fólk getur komið inn á og unnið. Þetta að því leyti mjög sérstakt að fólk kemur ekki með fyrirfram ákveðnar hugmyndir hvað það ætlar að gera, heldur kemur, upplifir Ísland, upplifir Garð, upplifir íslenska menningu, upplifir fólkið hér og verður fyrir áhrifum og finnur hugmyndir og efni við og það þróast upp út í hvernig þau munu vinna sína list sem að sjálfsögðu tengist alltaf þeirra eigin ferli og hvað þau hafa verið að gera en þau finna aðra leiðir til þess að gera það og nýja vinkla á sínum listaferli sko. En nú hafa bekkir grunnskólans hérna í Garði heimsótt ykkur á vinnustofunar. Hvað þýðingu heldur þetta hafi fyrir börn að upplifa svona listahátíð í heimabænum sínum? Ég held að það sé mjög mikilvægt, alveg sko rosalega mikilvægt. Við höfum bara á þessum árum frá því við byrjum 2010, það hefur bara séð hérna vaksa á grasi krakka sem voru alltaf bara krakkar og eru núna orðnir stórir unglingar og bara þau læra, sko það bekkinni koma og með kennurunum sínum og það alltaf áhugavert fyrir alla og svo týnist úr, það einhverjir sem að koma bara sjálfur síðan. Og fyrsta skipti hérna þá var allir bara ein stelpa sem kom okkur einasta degi. Hún var alla daga hjá okkur eftir skóla. Hún kom bara beint eftir skóla og kom til okkar. Og hún lærði að steypa í gifs og hún lærði að móta í leir og hún lærði að skrifa með bleki og hún lærði alls konar hluti. Hún ég held hún sé 16 ára í dag eða 17 eitthvað svona. Þetta var mikil breyting fyrir hana. Við höfum fengið krakka til okkar sem hafa ekki fundið sig svona kannski í fótboltasamfélaginu og þannig allt í einu opnað nýja dyr fyrir þá krakka sem hafa tónlist sem hafa verið að leita mikið til okkar. Síðast alveg mjög margir strákar, það var alveg hópur af strákum. Sýningar opna formlega á laugardag og standa núna helgina og þá næstu 16. og 17. janúar. Já, dagskráin þetta opna klukkan 2 á laugardaginn með menntamálaráðherra sem kemur og heldur opnaræðu, franska sendiranum og japanska sendiranum sem segir eitthvað á bæjarstjórunum og ég segi nokkur orð. Og síðan förum við á milli og það svona leiðsögn, ég leiðsegi alla sýninguna
og rútuferðir og þetta allt ókeypis og eins og allt sem við erum að gera, allt sem við gerum ókeypis, þess að við gefum það til samfélagsins og við förum á milli og listamenni segja frá verkunum sínum á hverjum einasta stað, hvert einasta verk og á sama tíma eru uppákomur, það eru gjörningar, það getur verið dans, það getur verið tónlist, það getur verið bæði og svo keyrum við með rútunni sýningarsvæðin frá Sunnubraut 4, þetta byrjar þar sko í salnum sem fyrir við hliðina á bæjarskrifstofunum. Keyrum síðan þaðan út í steinskúltúrgarðin sem við hliðina á Sundlauginni. Þar verða bæði listaverk og uppákomur eða dans og svo keyrum við eftir Skaganum og út á Vitasvæði og þar eru sýningar í báðum vitunum og í Vitavarðahúsinu, bæði uppi og niðri, kjallarann og turninum og þar verða líka tónleikar og uppákomur og svona óvænt líka sko. Og þetta er á laugardeginum og síðan verðum við að fara aftur tilbaka og endum dagskrána á laugardeginum í samkomuhúsinu og þar verða tónleikar, þar getur fólk sest niður og verið inni í svona 1,5 klukkutíma verða tónleikar með 4 mismunandi fólki sem er tónlistamönnum og ljóðaflutningur og mismunandi atriði en svo er sko önnur dagskrá á sunnudeginum og svo helgina þar á eftir er aftur, þetta er 5 tíma prógram hvern dag, laugardag og sunnudag og svo aftur laugardag og sunnudag og allt gætað sem sagt en aldrei endurtekið neitt, það er allt, þið getur komið á hverjum degi og þau allt nema náttúrulega skúltúrarnir og málverkin eru þau sömu en allt svona prógram sem sagt tónleikar eða dans, atriði og svoleiðis, það er allt nýtt á hverjum degi. Leiðu þökkum fyrir áruð. Minnum við á aðra fríska miðla Víkurfrétta prentútgáfu, fréttavefinn vf.is og fyrir kylfingana kylfingur.is. Þið getið séð eldri þætti Sjónvarps Víkurfrétta á YouTube-rásin okkar undir heitinu Sjónvarp Víkurfrétta. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst að vikuliðinni. Verið sæl. Vertu velkominn á Rocksap Íslands. Þar getur þú prófað að hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum. Ég vil að þú